Já, komið þið sæl aftur, við höldum áfram hérna í föstudagstættinum á N4 og hingað eru komnir góðir gestir, þetta eru Skagfirðingar, mér finnst það nú ekkert verra. Helgi Sæmundur og Arnar Freyr, velkomnir. Takk fyrir. Þið berið listamannanöfnin Úlfur Úlfur. Jú, já. Margir halda, eða svona ekki margir halda en þeir sem hafa ekkert heyrt okkur spyrja oft, heitið Úlfur Úlfur. Ert þú Úlfur? Hvor er Úlfur og hvor er Úlfur? Fólk finnst það mjög sniðugt. Já, skrítið, sko, er þetta einhver uppáhaldsdýr hjá ykkur eða hvað gerist með Úlf og Úlf? Eiginlega, sko. Þetta er bara, það er eitthvað við þessar skepnur sem við bara báðir bara dýrkum. Það er eitthvað. Já, bæði sko við dýrið og líka bara svona atmóið í kringum dýrið bara í öllu sögum og þannig. Já. Þetta miðnætti, þetta fulla tungl, þú veist, náttúra. Já, líka allt þetta sko. Það með líka tengslinn við varúlana, þú veist, svona einhvern umskipting. Og svo líka bara skepnan sjálf, bara hvernig hún er í náttúrunni úti í kuldanum að bjarga sér. Hún gegnir rosalega stóru hlutverki, Úlfar gera það? Já, þeir gera það. Og ef þeir eru teknir í burtu, þá bara fer oft vistkerfið á hliðina? Já, nákvæmlega, bara vistkerfið fer til fjandans. Já, þannig að þið verðið að halda áfram strákarnir. Ef við hættum, þá fer bara allt. Já, vistkerfið. Vistkerfið hrynur. Íslenski tónlistaiðnaðurinn bara fer til fjandans, það myndast eitthvað ójafnvægi. Þið voru að spila á Sauðárkróki í gærkvöldi. Heimavelli. Heimavelli. Hvernig var það? Ógeðslega gaman. Já, það var gott. Það er bara svo gaman að koma heim, þú veist. Hvernig er það öðruvísi? Það er náttúrulega að það sko, þú getur nefnt næstu alla í salnum. Við gerðum það líka mikið í gær. Já, eitthvað svona, maður var bara að pikka út einstakling í salnum eitthvað að stríða þeim. Það var að einhverju uppistandi, ég var alltaf að stríða fólki í salnum, alltaf reiður við fólk persónulega eða stóðu upp og var að fara að pissa, kallaði á með nafni, hvert það var að fara. Maður gerir það ekki í Reykjavík? Nei, sérstaklega. Þetta er náttúrulega bara líka, þú veist, ef þú ert að performa, þetta er svo rosalega mikið, sko, listamaðurinn þrífst svo mikið á orkunni frá fólkinu, sko. Þetta er, þú veist, stöðugt samskipti þó að fólk sé að koma til að horfa á listamanninn, þá er þetta samt svona, við fáum orku, við skilum orku og það gengur svona á milli, sko. Og þetta er svona, það er rosalega munur í því að þú þekkir alla og hefur alist upp með næstu öllum að inni og þannig. Það er bara... Svona var líka mamma Helga í salnum. Mamma var þarna líka. Og mamma mín verður í salnum í kvöld á Græna hattinum. Hún flutt til Akureyrar eða þau? Já. En sko, bara svona það einmitt að alast upp á Sauðárkróki og hefur það haft einhver áhrif á okkur? 100%. Já. Maður er ekkert nema, þú veist, genin og umhverfið. Og þú veist, ég finn fyrir, maður náttúrulega fattar það ekki þegar það er að gerast, ég áttaði mikið á því þegar ég var að mótast sem barn að, þú veist, hvaða áhrif nákvæmlega Sauðárkrókur hefur en síðan þegar ég, þú veist, flytt söður og, þú veist, á kærustu sem eru uppalin í borginni, ég sé ógeðslega mikið og náttúrulega bara vinir mínir sem eru aldrei upp í borginni, ég sé alveg, í grunninn eru alveg ólíkar skepnur næstu því. Það er alveg, það að vera alin upp út á landi, í smábæ, í samfélagi þar sem allir þekkjast, í kringum, innan svo mikla og þú veist bara episka náttúru og allt það. Það hefur svo sannlega áhrif og ég vil meina að það hefur bara góð áhrif. Það er líka bara að það er allir svo, þetta myndar svo sterka fjölskyldu, allt samfélagið, einhvern veginn. En þú veist, kærasta mín, hún er líka alveg upp í Kópavogi, þú veist, hún finnur þetta ekki. Eða þú veist, hún skilur þetta, eða svona, þú veist, þetta er náttúrulega bara fleiri og það er allt svona aðeins ópersónulegra, einhvern veginn. Þeim finnst við alveg sjúklega sveita, þó við séum cool rapparar í vinsælli hljómsveit, þá eru alveg í grunni, þeim finnst við alveg stundum alveg vera hallærislegir sveitastrákar. Alveg erum alltaf að koma upp á okkur, notum einhver orðið að vitum hluti eða bara tökum upp á hlutin sem það er bara að horfa á okkur. Hvað ertu? Þannig eins og við sem einhverju bændur fyrir 50 árum eða eitthvað. Já, en er það ekki bara svolítið... Mér finnst það geggjað. Mér finnst það bara vera eitthvað pínu rómantískt. Já, talandi um þeim, þú ert með rætur í Fljótinn sem er yndislegur staður á jörðinni, sko. Já, það er það. Já. Við vorum þar á rætt frídagur henni í fyrradag og við fórum í Fljótinn að veiða öll fjör. Já, var ekki æðislegt. Það var geðveikt, maður. Mjög gott. Svo gott veður þarna í fyrradag. Enduðum á Slysó á Siglufirði Nú, af hverju? Vorum út á vatni, veittist eiginlega ekkert, svo ákváðum að fara aðeins í land þannig að þú veist, allir getur pissað og ná sér í kannski heitt bjór í viðbót eða eitthvað og Svo fær Arna fisk á leiðinni
Helgi bara bendi, Helgi að stýra bátnum, sem mjög cool að stýra bát. Bendi hann segir bara, þarna fiskur, ég bara fleygi í hann og veiði hann heila samstundis og þá færðist einmitt svo mikil æsingur yfir hópinn. Já, svona hysteri, allir byrja að kasta í allar áttir, allir svo spenntir, sko. Og Salka satt fyrir fram mig og alltaf að sveifla og Spútni fór mjög djúpt í hendina á mér. Á þér? Og náðum hann ekki út af því að Agnaldið í rauninni bannaði mér að taka hann úr og bara að við rifið eitthvað. Og það var eins gott að það var frekar stutt til sigluferðar. Já, við reyndum sko, fórum aðeins upp í bústað og þau voru með töng að reyna að tóra þetta tilbaka. Það var mjög gaman. Þetta var æðislegt. Mikið hlegið. Þetta er alltaf eftirminnilegt. Já. Það skrýtur maður mann bara það sem að fer úrskeiðis og læra mistökum líka. Það var svona góður andi yfir þessu. Þetta var svona, fólk hló. Freka vont. En kemur þetta nokkuð í veg fyrir að getið spila á Græna hattinum í kvöld? Nei, þetta er ekki atvinnslið sko. Nei, læknir var góður sko. Hann var svona 15 ára. Já. Mjög ungur, sumarvinnu. Já, var það? Já. Hann gerði það vel sko. Já. Stakk honum út bara hinum meginn og klippti. Þetta hefur verið mjög bráðþroska læknir. Já. En þið komið, sko þið er náttúrulega ykkar sögu sem fyrst bara sem einstaklingar í rappinu og þið komið suður og keppið í rímnaflæði, var það ekki? Sitt hvort árið, var það ekki svo langt aftur? Já. Þið voru svo ungir, hvað, 2002 og 2003? Já. En það ekki? Já. Það var pínu fárálegt að hugsa út í það. Það var svolítið stressandi. Fara eitthvað, einn í bæinn og gera þetta. Mamma, þetta var systir mín bara, hún myndi að skuttla mér. Þú veist, Helgi hafði farið árið á undan og vann það. Það má ekki gleymast, hann vann. Nei, það má ekki gleymast. Rímnaflæðimeistarinn 2002 og svo fór ég árið eftir og lenti reynda bara í öðru sæti en það er samt alltaf í lagi. Það er alltaf í lagi. Það er nú bara... Betur en allir yfir. Það voru reglurnar einhvern veginn öðruvísi. Það mátti vera eldri krakkar inni í þessu, var það ekki? Þannig að það var eldri strákar. Jú, það voru bara einhverjir, þú veist, ég var hann, 14-15 ára, það voru bara einhverjir fullorðnir menn fannst mér sem að tóku seinast atriðið og segriði. Já. Svo var því breytt og svo, hvenær náðu þið saman sem, sko, þið tveir í Bróður Svarthols, var það ekki? Jú, en það var sko... Það var löngu fyrir samt. Já, það var svona... Bróður Svarthols er örugglega svona 16. hljómsveitin sem við stofnuðum. Já. Já. Þannig. Þetta var svona, þú veist, á milli þess að ég var innflæður sem hann var innflæður, þá vorum við svona byrjaðir að tengja svolítið, vissu svona að við vorum báðir að rappa og þannig sko. Það er einhver annar rappari í bænum. Já. Og við erum nágrannar. Nákvæmlega. Þið var bara... Betra að standa saman sko. Já. Þannig að það var það sem batt ykkur saman. Það var áhugamálin og rappið. Já. Rapp og körfubolti. Rapp og körfubolti og það er þaðan. Og svo til að gera langasögustuttu þá þið verðið Úlfur 2011, eða hvað? Já. Við Þetta vorum að vinna þarna í, þetta er lang tími. Já. Við vorum að vinna í sjoppunni hann í Fjölbrautaskólanum. Já. Við vorum svona saman á vakt einhvern veginn, við vorum alltaf saman. En heppilegt, hvað gerðu þið? Hvað segirðu? Hvað gerðu þið, hvernig rappuðu þið? Það er sko, þá í rauninni stofnuðu við Bróður Svarthols. Já. Já, þeir með 2008 eða 2009 eða eitthvað. Já. Við vorum alltaf, þú veist, Arnar alltaf að sýna mér rapp og ég að sýna honum eitthvað og þannig og svo langaði okkur bara, ég var nýbúinn að kaupa fyrsta syntha minn og okkur langaði að gera rapp með eitthvað svona með live hljómsveit þannig að við smuluðum saman Fúsa Ben og Andra og Jónatla sem voru með okkur og stofnuðum hann að Bróður Svarthols lok 2008 held ég. Fórum svo 2009 í músíktilraunir og unnum það. Og hættum í bandinu árið eftir. Já. Pressan var mikil. Pressan var mikil. Já. Já, svona, já. En eru þið einhvern veginn bara bestu tveir saman? Er það málið? Já, við erum alltaf mjög góðir tveir saman. Já, þið eru mjög góðir tveir saman. Já, við erum mjög góðir tveir saman. Já. Hvernig er sko staðan núna? Þið eru að spila, þið eru að túra landi, hvernig er þetta? Hvernig er lífið ykkar núna? Núna erum við náttúrulega spilum allt árið í kring, bara hvað sem það er bara, þú veist, það eru bara tarnir, hvað sem það eru, bara öll skólaböllin, grunnskólar og framhaldsskólar og svo fyrirtæki með alla sína árshátíðir. Síðan eru bara hátíðir all landið einhvern veginn og... Yfir allt sumar, það er bara allar helgar eru hátíðir. Og svo náttúrulega tónlistarhátíðirnar allar, þú veist þetta með Sigrid Solstice og Airwaves og allt það. Þannig að það er alveg bara boltið sem bara rúllar allt árið í kringu. Við hefum gert það bara núna í einhver góð 5 ár. En núna í þessum töluorðum erum við í fyrsta skipti bara á svona formlegum Íslandstúr. Tókum hana Flatey og Ísafjörð og svo Söðurkrók og núna Akureyri og í næstu viku ætlum við að fara þarna á Karlstað að spila Havarý, Vestmannaeyja og ætlum svo að enda á þarna Kexhostel.
bara svona lítill og nettur túr en okkur er alltaf langað að gera þetta, bara ferðast til landið og Já, hefur alltaf verið svona draumur, keyra bara. Já, og þið semst núna bara í því. Já. Þetta bara að vera hér er bara partur af túrnum. En gaman að hafa okkur. Og hvað svo? Er heims yfirráð bara næst, eða hvað? Ætli það ekki? Já. Hvað ætli að einhver draug á því. Sko í haust, við erum búin að vera að fara svolítið þarna til Austur-Evrópu, svona fyrst og fremst búin að vera svolítið í Póllandi. Já, búin að vera með, mest og aðalega, er ekki búin að fara þrísvöld til Póllands? Jú, svo erum við búin að fara til Íslands og Slóvakíu líka. Já, akkurat. Og við ætlum að, þú veist, það hefur bara verið að virka furðulega vel. Við erum með svona samstarfsaðila í Póllandi sem að sá okkur á Airwaves fyrir 2 árum spila og, þú veist, og upp úr því fengu þær okkur til þess að spila í Varsjá og við heldum við værum bara að fara í, bara gaman að fara til útlanda, þú veist, við erum að rappa á íslensku, ég átti ekkert vona þessu. Við erum að spila fyrir 20 manns eða? Já, bara þetta er eitthvað algjör kjaftaði en það er bara skemmtileg ferð í sólina eitthvað. En þarna bara, þú veist, ég veit ekki hvað gerðist, við vorum eitthvað að spila í miðborg Varsjá fyrir 1000 manns sem bara sungu með og eitthvað og við bara skildum þetta ekki. Þau kunna ekki íslensku en sungu með svona sérhljóðunum. Bara eitthvað bulluðu sig gegnum þetta, það var þvílík stemming. Og þá komum við heim og bara töluðu umboðsmanninn okkur að, þú veist, við náttúrulega, þú veist, við viljum bara vera í Íslandi, halda því áfram sem við gerum hérna, en að skreppa við og við til Austur-Evrópu og gera þetta væri allt í lagi. Þannig að í haust erum við, við erum búin að fara nokkur sinnum svona við og við á einhver festival og bara gengið vonum framar. Frábært. Og núna í haust erum við að fara í túr, bara vera hann í, hvað, 3 gig í Rússlandi, það er geðveikt. Já, við erum úti í svona 3 vikur cirka, byrjum í Finnlandi, förum til Rússlands, tökum Sankt Pétursborg og Moskvu og svo förum við til hérna Litáen. Þannig að þó við getum ekki selt fiskinn til Rússland, þá getum við selt úlf og rappi til Rússlands. Það er hægt sko, þau elska það. Já, frábært. Það er sem ég segi, listamenn, þetta er flottasta útflutningsvara í Íslandi. Það er það. Eitthvað. Ef við setjum þetta í þannig form. En þannig að það er bara gleði framöndan. Mér langaði svo að biðja ykkur að segja mér aðeins frá laginu sem við ætlum að spila á eftir og ljúka þættinu með því. Hver eru tildrög þess? Hvað er í? Sko, lagið heitir Bróðir. Það heitir Bróðir. Það heitir Bróðir. Og þú veist, lagið náttúrulega, sko, ég var svo mikið að hugsa hvernig það var til bara því að Helgi bara samdi, bara bítið undir spilið. Og ég heyrði það bara, ég heyrði bara strax bara þetta er, þú veist, þetta er hittari, þetta er negla, þarna er eitthvað sem að fólk mun fíla. Þú veist, við erum alveg ófeimnir við að vera alveg svona tilraunakenndir og þú veist, við erum ekkert alltaf að reyna að gera öllum til geðs, en þarna fannst mér við vera með eitthvað í höndunum sem bara allir ætti að geta tengt við. Það er svo mjög gott að fá þá tilfinningu í stúdíóinu. Og ég byrjaði bara að hendi í einhver texta og þetta er bara svona, það er ekkert eitthvað eitt koncept, þetta er bara svolítið svona að, þú veist, standa með sjálfu sér og horfa út fyrir kassan og þú veist fylgja hjartanu. Það er alltaf einhvern veginn, ég held að sé einhvern veginn í öll lögin okkar hljómi á einn eða annan hátt það bara að vera samkvæmur með sjálfu sér, fylgja hjartanu, fokk allir sem að gera þér erfitt fyrir og allt það, þú veist. Það er alltaf mótvindur að verður maður bara vera sterkur eða eitthvað. Flott, og þetta er bara flott lokaorð og þið eru bara frábærir. Og gangi ykkur vel í kvöld og í Rússland og hvert sem þið farið. Takk fyrir að koma hingað til okkar. Takk fyrir að hafa okkur. Takk. Bara mín ánægja og með þessu ljúkum við föstudagsþættinum á þessu sinni. Hafa það sem allra best og verið sæl. Blómið, óspillt, hvítir skólfið, snjóinn, höldum hófið, bróðir, fokkar flónið, hómi. Ég hangi heima, horf og regni falla, missi hárið naga, neglur nada, skalla veggi meðan veggi malla. Þetta er fyrir allar kellingarna, gef mig gott bít og vonda drauma. Ég þrái sportbíla, 2 rauða, ég vil sjá eld brenna, börn grenja og fólk baula. Þið munið aldrei ná mér lifandi, ég mun stofna nefnd sem að friða mig, ég mun stofna nefnd sem að friða mig. Leikur við var geldur, hefur ekki verið samur eftir komu úlsins. Sinni fót í bæinn, ég vil lifa rætt í tungsins. Annars skít, lend í slag, eiga fyrir málstað. Feila þegar mjúkir motherfuckers bara gráta. Strákar verða strákar, kallar verða fíl. Ég þarf ekki aðstoð, ég er bara brása. Upp í sofa í ár, ég er bara hangsa. Grísir byggja stráhús, ég þarf bara blása. Hvernig ætlar að standa að þið stormum, bróðir? Höldum hópinn, bróðir. Hvernig ætlar að standa að þið stormum, bróðir?
Ef þú þorir ekki að brjóta formi, bróðir, hvernig ætlar að standa eftir stormin, bróðir? Ef þú þorir ekki að fara út fyrir normi, bróðir, hvernig ætlar að standa eftir stormin, bróðir? Hvernig ætlar að ganga eigin veg ef þú liggur alla ævin í hreiðri? Ég sé vini mína færa fjöll á hverjum degi. Við förum ótrúna slóðir, finnum leynileiðir. Ef það brennur í hjartanu ekki slökkva. Ef þið langar að fljúga þá skaltu stökkva. En ef þú ert heima á netinu mega fúll út í alla sem að púla og harka þú motherfucker. Turn motherfuckers mæta á gig hverja helgi. Í 6 ár straight, ég svera við þreytust ekki. Og breytist ekki frekar en blekkið í minni hendi. Úlfur, 666, ægjum helgi. Og þetta lífið mitt, þessi ég mun skilja eftir. En þið skilja eftir alla sem að skilja ekki. Bæsi lausir það heiðina sprúgnum varadekki. Merkikerti brenna fyrst upp til vara ekki. Blóð mitt óspillt. Svo hvernig ætlar að standa eftir stormin, bróðir? Höldum hópinn, bróðir. Hvernig ætlar að standa eftir stormin, bróðir? Ef þú þorir ekki að brjóta formi, bróðir, hvernig ætlar að standa eftir stormin, bróðir? Ef þú þorir ekki að fara út fyrir normi, bróðir, hvernig ætlar að